Komið sæl, það sunnudagur og þá eru sýnir Egils og það dagskráin hjá okkur það vettvangur dagsins, en svo að honum loknum að þá kemur viðtal Björns Þorlákssonar við forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur. En gestir okkar í dag eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, Hallgrímur Helgason, rithöfundur, listmálari og kannski eitthvað meira. Og svo eigum við von á Ragnhildi Öldu sem borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins en hún á leiðinni, hún kemur. Hún föst í umferð. Hún föst í umferð vinstri meirihlutans, eða ekki? Jú, það ótrúlegt. Jú, verið að hefta einkabílinn. Herðu, en eigum ekki að byrja bara í Bandaríkjunum og núna út í borg eftir borg fjölda mótmæli gegn Donald Trump. Ég einu sem á þessu? Nei, mér finnst þetta merkilegt og þetta alltaf bara síendur tekið efni. Ég var í Bandaríkjunum 2018. Þar voru geysileg mótmæli og þetta var svona mjög eftirminnilegu dagur. Það var mikið konur þá sem voru að mótmæla og ótrúlegur andi sérstaklega ég var í New York, sko. Og svona mikil andstæða gegn honum, en það náttúrulega skilaði engu, en þetta bara gerist aftur hann kosinn og aftur byrja og hann verðist bara verða vitlausari með tímanum, aldrinum, og nú komum við með þessa tolla. Já, eins og það sko, fólk eiginlega örugt á því að lífskjörin í Bandaríkjunum muni versna við þetta. Já, á ég að hafa skoðan á þessu? Já, það hafa allir einhver skoðun. Hún þá svona að það sem betur fer mikil mótmæla hefð í Bandaríkjunum. Bandaríkjamenn þeir mótmæla og minnist það auðvitað risamótmælin gegn stríðinu, hinni ólöglegu innrás í Írak sem að voru fjölmörg önnur mótmæli og saga 20. aldarinnar, sérstaklega seinni hluta 20. aldar í Bandaríkjunum auðvitað mótmæla saga. En því miður það svo að fólk hefur ekki náð að skipuleggja sig og byggja upp pólitískt mótvægi við hagsmuni kapitalista og imperialista og fólkið í Bandaríkjunum býr í landi sem að ráðið til skiptis af tveimur flokkum sem að hafa það báðir sem sitt helsta og fremsta markmið að tryggja hagsmuni hinna ríku og það fyrir auðvitað eftir því hvaða flokkur við völd, hvaða hópur auðvalds fær svona nærast á ríkisspennanum. Það sem að gerist eflaust núna að Trump verður auðvitað óvinsælli, ekki nema að þessi tollabrögð beri einhvern árangur, en það ekki nóg ef þú ætlar að byggja upp iðnað inn í landi, ekki nóg að vera með tollar eru mjög mikilvægir til þess að byggja upp sterkan iðnað og þau lönd sem að iðnvæddust í gamla daga, þau gerðu það náttúrulega ekki síst með því að vera með mjög háa tolla til þess að tryggja innlenda framleiðslu og lönd á 20. öldinni sem að innvæddust þá seinna en hinn, þau líka gátu gert það vegna þess að þau voru með greiðlega háa tolla til þess að vernda innlenda framleiðslu. En þú þarfst að vera með einhvern svona industrial base til þess að þetta virki og hvort að það hægt að leggja tollana á fyrst og byggja svo upp eitthvað industrial base. Það á eftir að koma í ljós og það kannski á þessum tímapunkti dálítið erfitt að ímynda sér það sé hægt, en maður veit að þó ekki. Svo fólk auðvitað að mótmæla framferði hans svona almennt, hegðun, vantarlega fólk að mótmæla því að það sé verið að handtaka með ólögmætum hætti, fólk sem hefur ekki gerst sagt neitt nema að standa með fólkinu í Palestínu og berjast gegn þjóðarmorði. Þannig að já, ég veit svo sem ekki á þessum tímapunkti hvað ég get eitthvað sagt meira, en það verður áhugavert að sjá hvað gerist. En hann reyðist að vera mikill ódráttur. Hvernig það, Smári? Hvað segir þú um þetta? Ég hef ekki fylgt svo náið með þessum mótmæli. Það hefur verið mótmæli eins og Sólveig Anna benda á í Bandaríkjunum. Það voru, og þú, Hallgrímur, var að vísa til þegar hann tók við völdum á síðan tíma. Þá var mótmælalda sem að konur stóðu fyrir, sem að einhver leyti fjöruðu svolítið út. Það var svona klofningur inn í hópnum og sem svona löngsaga sem áttur að fara yfir hér.
Þar áður munum við eftir Occupy Wall Street mótmælunum sem voru svolítið bara lamið niður af töluverðu hörku. Afleiðingar, svona pólitískar afleiðingar af þeirri bylgju mátti sjá kannski í hreyfingunni í kringum Bernie Sanders sem að síðan var kæfð inn í demokrataflokknum, þannig hún náði ekki að hafa teljandi áhrif á, hvað ég var að segja, einu stóra svið, eða þessu örfáir þingmenn demokrata sem að megi rekja til svona þeirra róttekni sem að þótt mátti sjá þar. Mótmælin gegn G7 og fleira, fyrir aldamótin og fleira. Það hefur ekki haft svona teljandi áhrif á svona bandarísk stjórnmál og svo getum við bara að fara aftur til Víetnamstríðsins. Það var bara lamið niður og þjóðvarliðið var sett á hippana í San Francisco eins og stundum er orðað. Fólk var bara lamið og handjárnað og fangelsað og tryggt að það næði engu framgangi í Bandaríkjunum. Útskúfað fyrir að hafa gert furðulustu hluti. Demokrataflokkurinn hefði náttúrulega betur hlustað á Bernie Sanders og hefði betur leyft lýðræðinu að fungera innan flokksins, þá hefðu líkurnar á því að Donald Trump hefði verið kosinn forseti í fyrsta skipti minnkað allverulega. Og ef að þessi hópur og þessi svona málflutningur hópsins innan demokrataflokksins sem að snýst það að tryggja efnahagslega velsæld fólks og snúa af þessari helsjúku braut sem að grefur undan lífskjörum alþýðunnar í Bandaríkjunum. Þá værum við á öðrum stað, en það er auðvitað ekki gert. Þannig að hvað gerist í síðustu kosningum í Bandaríkjunum, að það er sífellt stærri hópur alþýðu fólks, stærri hópur fólks sem er latínó eða svart fólk sem fer og er að kjósa Donald Trump. Og það er að kjósa auðvitað vegna þess að einhverjir þeirra treysta því og trúa því að hann ætli að grípa einmitt til einhverja svona aðgerða til þess að byggja upp aftur einhvern svona industrial base í Bandaríkjunum og búa aftur til góðu störfin sem að voru til fyrir einhverjum áratugum síðan sem að gátu skaffa fólki þannig tekjur að verkafólk gat lifað ágætu lífi og gat til dæmis sent börnin sín í skóla og gat færst á milli stétta og svo framvegis. En svo er það líka að kjósa Trump vegna þess að hatur þeirra á status quo-inu og hatur þeirra á geturleysi demokrataflokksins og þessum svona elítu stjórnmálum er bara orðið það mikið að fólk fyrir að sýna svona afbrigðilega sem að sumir myndu kalla kosningahegðun og það sjáum við líka í mörgum öðrum löndum, fólk sýnir afbrigðilega kosningahegðun. Fólk er að kjósa mögulega bara gegn sínum eigin hagsmunum, en af hverju er það að gera það? Það er vegna þess að það eru engir í boði fyrir þau til þess að kjósa sem að gæta að þeirra hagsmunum. Þannig að kannski segja þau bara fuck it og fara á einhverja svona svolítið níhiliskar brautir. Það er samt svolítið merkilegt, sko. Það er kosið á næsta ári í fulltrúadeildina að repúblikana-flokkurinn, náttúrulega fullt af fólki, að það skuli bara leyfa því að gerast að hann stjórni bara með tilskipunum. Svo þurfa þau bara að samþykja það. Ég held að baki er bara töluvert mikill stuðningur. Við skulum ekki vera að ljúga því að okkur að Trump og ríkisstjórn hans sé að gera eitthvað sem hefur engar stuðning í Bandaríkjunum. Það er bara ekki þannig. Og það hefur áður verið stjórnað í Bandaríkjunum. Meiri stuðning heldur en Keir Starmer hefur í Bretlandi eða Macron í Fraklandi. Roosevelt í kreppun, hann stýrði með tilskipunum, en þá voru það svona góðar tilskipanir þar sem hann var að reyna einmitt að koma Bandaríkjunum af braut einhverjar trilltrar laissez-faire hyggju sem að hafi rústað efnahagnum og sem að fræðin þá sögðu að fólk ætti bara að vera atvinnulaust þangað til að kreppan kláraðist og kapitalismi færi aftur uppsveiflu. Þannig að það er alveg hefð líka fyrir því í Bandaríkjunum að það sé stjórnað með tilskipunum og svo hafa náttúrulega libbarnir, kratarnir og hægri kratarnir og libbarnir gert þau mistök að treysta á einhver svona legalistics, treysta á að dómstólar og alls konar svona leiðir geti hjálpað og svo einhverja svona mótmæla öldur geti gert eitthvað. En það virkar auðvitað ekki þannig. Ef að fólk ætlar sér raunverulega að mynda einhvern svona pólitískan basi sem að getur þegar furðulegir hlutir fara að gerast, veitt eitthvað mótvægi þá þarf að skipuleggja og það þarf að vera með infrastruktúr og það þarf að vera með alvöru pólitískt starf og það þarf að bjóða kjósendum upp á eitthvað sem er ekki bara einhver ódýr retórísk trikk sem að fólk er löngu búið að segja í gegnum. Og þangað til að fólk fattar að það þarf að gera þetta, þá er allir að fara að tapa. Réttindi bara út svo svarta.
svartra svona dæmi mótmælaöldu sem skilaði raunverulegum árangri. Martin Luther King leiddi þá, það tók náttúrulega mjög langan tíma og það þurfti mikla þolinmæði til. Síðan kemur náttúrulega Lyndon B. Johnson og keyrir þetta í gegnum lagasetningu. En nú talað einmitt þess að þú segir að Trump hafi bara þessa 18 mánuði fram að næstu þingkosningum, haustið 2026 og hann sé að keyra þetta allt í gegn vegna þess að hann hefur lítinn tíma sko, og haga sér náttúrulega bara eins og einhver kóngur. Og sögurnar sem maður heyrir hvernig þarf að umgangast hann náttúrulega bara, fólk þarf að umgangast hann eins og barn, eins og Alexander Stubb, finnski forsetinn sem fór í heimsókn á búgarnas í Flórida og hann sem fyrirverandi landsliðsmaður í golfi þá keppt hann við hann í golfi og vann mótið og þá fekk hann eitthvað virðingu frá Trump sem á mjög svona barnalegan hátt sko, og þar með var gott samband komið á milli Ameríku og Finnland sko. Þannig að fólk þarf að beita einhverjum óhefðbundum leiðum, en þetta náttúrulega bara hræðilegt hvað hann að gera og ég heyrði ykkur úttekt á því hvaðan þess að tolla hugmyndir koma úr einhverjum lélugum svona third rate svona hagfræðibókum sem einhver prófessor sem einhver Navarro skrifaði sem hann vitnar alltaf í einhvern annan svokallaðan fræðimann sem heitir Ron Vara maðurinn og svo kemur í ljós núna að hann fictional karakter. Hann ekki til í raunveruleikanum. Þannig að allt þetta komið út einhver svona vittleysu og heimsku og það heimskan sem að ríkir núna í Bandaríkjunum. Óvissa í mörgum löndum í heiminum sko. En þetta náttúrulega eins og Sólveig Anna segir að demókratarnir klikkuðu algjörlega á gasa. Biden fer frá bara með skít og skömm, bara hræðilegu forseti. Þó hann hafi gert margt gott á sinni lífsleið sko. En þú veist, hann fer hann út bara með samsegur í þjóðamorði og þannig að Kamala var ekki að sigra á því sko. En mér veist að þetta maður skoða sko stuðning sem að Trump hefur með fólki. Það voru kollegar Sólveig Önnu voru á fundunum í Rósagarðinum, fulltrúar verkalýðsfélaga í iðngreinum og fleira sem að fögnuðu þessu og margir tóku fögnuðu þessu bara ofulega á eftir. Hækkun tolla, það sem að eins og Sólveig Anna var að lýsa, þá er vonin að það leiði til uppbyggingar iðnaðar í Bandaríkjunum og hægt að vísa til, eins og Sólveig Anna gerði, fyrri hluta síðustu aldar, þá var iðnaður í Bandaríkjunum byggður upp með tollum, en það var líka byggt upp með sko raunverulegri atvinnustefnu, raunverulegri uppbyggingu innviða, virkjana, uppbyggingu vegakerfis og flugvalla og á sama tíma líka uppbyggingu sko einhvers konar velferðarkerfis. Það voru áætlanir húsnæðisuppbyggingu og margt fleira sem var hluti af svona þetta kallast svona nation building og þetta leiðin sem að Suður Kórea fór og Japan og Íslendingar og allir hafa gert. Þá hafa tollanir spilað inn í einhverja svona uppbyggingu. Ef þú hefur tollana eina að þá hægt við að þú alir upp svona aumingja iðnað sem bara vendaður en kannski ómarkviss á einhver leyti. Það sem að Trump gerir svo með hinni hendinni, það að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagnseigendur og hinna allra ríkustu, skera niður velferðarkerfi og innviða uppbyggingu í landinu. Þetta tvennt saman háir tollar og það að vera að flytja raunverulega allt aflið sem að verður til í atvinnulífinu til þeirra sem eiga fyrirtækin og hinna allra auðugustu. Ég held að þetta sé bara afleitt blanda og ég held að kollega þínir eftir að hljóta skipulags ekki að berjast gegn þessu. Ástæðan fyrir því að fólk gerir hluti eins og að kjósa Trump vegna þess að fólk hatar nýfrjálshyggjuna og hatar globaliseringuna. Bara ekki heimst og sér að á nokkrum áratugum getur það gerst að einmitt hlutirnir versna bara frá ári til árs eins og gerst í Bandaríkjunum og fólk vill einmitt fá lausnir, fólk vill einmitt að hins og góðu störf komið tilbaka að það sé hægt einmitt að eignast hús og bíl og fjölskyldu og svo framvegis, það sé hægt að mennta börn og gera alla þessa hluti og fólk einmitt vill gott kerfi sem að liðsinnir bara venjulegu fólki við það að komast í gegnum tilveruna. Það auðvitað það sem að velferðarkerfi eiga að gera. En auðvitað erfitt að ímynda sér að Trump og hans cohort séu að fara liðsinna alþjóðu fólki í baráttunni við globaliseringuna og nýfrjálshyggjuna
en það getur auðvitað gerst að, og við hljótum að vona að það fari að gerast, ekki bara í Bandaríkjunum heldur annars staðar, að það fari að myndast í alvöru einhver svona pólitískt moment fyrir alþýðu fólk til þess að fara að byggja upp alvöru pólitískt vald til þess að draga úr þeim hörmungum sem að hafa fylgt alþjóðavæðingunni og því að láta þjóðríkin áfram vera til sem einhvers konar fyrirbæri en afnema þó getu þjóðríkjana til þess að stýra raunverulega því sem að gerist inn í löndunum og stýra raunverulega atvinnu uppbyggingu, halda auðæfunum í landinu til þess að það sé hægt að nota þau til þess að gera líf almennings og vinnuaflsins betra. Það er auðvitað erfitt á þessum tímapunkti að ímynda sér að eitthvað slíkt geti gerst en kannski stéttavitundar er mjög skamt komin ef að uppbygging stéttavitundar fórusta verkalýðshreyfingarinnar er í rósagarðinum að fagna aðgerðum Trump. Svo er líka stórfyrirtækin eins og Nike er með 400.000 manns fyrir vinnu í Vietnam í einhverjum verksmiðjum þar, láglauna störf og Trump vil fá þessi störf aftur til Bandaríkjanna. Ég meina, hver á að vinna þau? Þú veist, það er þá bara eitthvað... Vantar innviðina. Það vantar fólkið, sko. Hvítir Amerikanar ætla ekki að fara að vinna þarna á sömu launum og Vietnamar vinna. Og hinum einu er hann að reka innflytjendur úr landi. Já, og þannig að þetta gengur ekki upp. Hann er að reyna að skrúa tímann tilbaka, þú veist, og meðan Kínverjarnir eru að fara inn í einhverja gervigreindaröld og það verður róbótar í verksmiðjunum. En náttúrulega þegar að þetta tímabil verður gert upp af sagnfræðingum ef að þú veist við erum svo heppin að komast í gegnum allar þær hræðilegu krísur sem að nú eru yfir okkur og það verður einhver siðmenning eftir og fólk actually situr og hugsar og skrifar og rannsakar, þá verður náttúrulega stærsta svona rannsóknar spurningin væntanlega sú hvernig í ósköpunum gast það gerst að kapitalismin á Vesturlöndum lagði sjálfur niður getuna innan í löndunum, innan í þjóðríkjunum til þess að vera með framleiðslu kapasitetið. Hvernig gat það gerst? Hvernig gátu stjórnmálaöflin leyft það? Af hverju var það ekki stoppað? Af hverju var því leyft að gerast einmitt? Að stórfyrirtæki flyttu framleiðsluna sína bara eitthvað sem þeim hentaði. Hvernig í ósköpunum? Af hverju virkar ekki, af hverju gat lýðræðið ekki virkað Þeir græddu sem að gera þetta. Nei, það sem ég er að segja er, að sjálfsögðu, þannig virkar kapitalismin, en kapitalismin er bara segjum það, ef að það er eitthvað svona lýðræðisleg stjórn á því hvernig hann virkar og þannig voru velferðarkerfin byggð upp, þannig fungeraði svona uppbyggingin í Norður-Evrópu að það var kapitalismi en það var lýðræði. Og lýðræðið, kapitalismin og svo hagsmuni vinnandi fólks fundu leiðir til þess að vinna saman og tryggðu þá til dæmis að þetta væri ekki hægt. Svo af því að nýfrjálshyggjan tekur yfir og af því að pólitíska stéttin er handónýt, þá fær þetta að gerast og þess vegna meðal annars erum við náttúrulega komin á þennan helsjúkastað. Sterkustu samfélagin eru það sem að þessi öfl er að kljást stöðugt. ASÍ gegn vinnuveitendasambandinu, þú veist, þetta eilífa ströggl á Íslandi og ASÍ er dálítið ótrúlega sterk hreyfing á Íslandi hefur alltaf verið og hefur komið öllu þessi í gegn sem öll þessi réttindi sem verkamenn hafa í dag eða vinnandi fólk og ekki fengið neitt ókipis og þetta náttúrulega hefur skilað þessum bestu samfélögum heimsins hvernig gat þetta gerst og ef við erum í Bandaríkjunum þá getum við sagt, ég meina það er bara niðurbrot verkalýðshreyfingarinnar sem var skipulögð og við sjáum það bæði með því hvernig var ráðist á þá verkalýðshreyfingu sem var til var og svo líka allar nýjar greinar sem hafa orðið til bara eftir 1980, þar er yfirleitt engin verkalýðshreyfing í öllum tæknigeiranum og öllu þessu, þar er engin verkalýðshreyfing. Við sjáum verkalýðshreyfingu, fáum fréttir af því að það eru kennarar, það eru fólk í Hollywood, svo veist, að því að við erum svo heppin að Hollywood var búið til 3. og 4. áratugum, en allar nýja grein, þar er engin verkalýðshreyfing. Samanber íslensku ferðarþjónustuna sem er bara það sem er verið að svindla og er að hindra að fólk sé í verkalýðshreyfingu. En svo komum við til Íslands það sem er meiri þáttaki verkalýðshreyfingu en okkar annars staðar. Við erum með ríkisstjórn núna sem að kalla sig jafnaðarstjórn og hún er til þess að taka upp svona þrengingar á möguleikum ríkisvaldsins á því að
afla sko lána til þess að byggja eitthvað upp innviði og annað slíkt, það má það ekki, af því að það má ekki skulda meira en tiltekið, það má ekki vera halli meira en tiltekið, alveg saman þóttu setja að fara út í svona nation building eins og við vorum að tala áður. Og svo er það líka með það að jafnvel þótt að það komi sko þessi hagsveifla, að þá eru konar takmarkanir það hversu mikið má auka ríkisútgjöld í góðæri. Þannig að þessar aðgerðir sem hafa verið til þess að veikja lýðræðið, sem að Sólveig Anna segja verði að vera til þess að sko kapítalismi sé ekki fullkomið ógeð. Við erum að samþykkja það hér að hafa slíkt. Þannig að hugmyndafræðin, hún lifir ennþá í Íslandi. Þannig að við erum ekki komin inn einn viðsnúning. Nei. Við erum bara ennþá að keyra á vegginn sko. Til okkur er komin Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, velkomin. Takk fyrir, þið eru svo flott og fagmannlegir að þegar ég kom inn, þetta var svo smúð. Ég var alveg Ég hélt orðinu svolítið lengi til þess að þú kæmist inn. Nei, þetta er alveg, ég alveg með rauðaborðið. Leið hún kemur og þá lendum við á Keflavíkurflugvelli og förum að tala innleidd málefni. Það er var ekki í vikunni sem leið sem að ríkisstjórnin var 100 daga? Jú, rétt, mikið rétt. Þú er ekkert sagt neitt í þetta undir þess að hvernig finnst hún að fara af stað? Mér finnst þetta, hún náttúrulega hefur farið, kannski smá skrautlega af stað, en líka samt, núna þau hafaðu verið að gera margt sem mér fannst alveg svolítið skemmtilegt. En svo að óska eftir hagræðingartillögum frá almenningi, mér fannst það skemmtilegt og kryddpíurnar í borginni, það er ákveðið að gera það sama og það er bara, held ég að falla mjög vel í gramið á fólki. Og þannig að jú, þótt að hafi kannski gengið á ýmsu, vissulega, allt með frá því að var hringt í skólastjórann og alls konar hlutir, að þá samt sem áður er bara greinilegt að þeim er alvara með það sem þau gera og ætla bara að standa þétt saman. Já, hér var einmitt verið að segja að þessi svona hugmyndafræði þess að öllu skuli hagræða, hún lifir góðu lífi, hún lifir það góðu lífi að ríkisstjórnin getur einmitt gert það af einu svona fyrstu verkum að kalla eftir svokallaðum hagræðingartillögum til almennings, til dæmis kallar ekki eftir tillögum það hvernig megi skattleggja hinn auðigu til þess að hægt sé að fá fjármagn til þess að byggja upp samfélagið okkar. Og af því einmitt, þetta virðist hafa gengið svo vel, hvað sem að það nú þýðir, þá fer nýr borgarstjórnarmeirihluti og gerir nákvæmlega það sama. Borgarstjórnarmeirihluti sem hefur tekið við völdum í borg þar sem að leikskólarnir eru á mjög slæmum stað, þar sem að leikskólakerfið er hrunið þó að það sé kannski erfitt fyrir fólk að viðurkenna það horfast í augu við það, þar sem að öldrunarþjónusta er rekin á vinnu láglauna kvenna og aðflutts fólk sem að þurfa að hlaupa sífellt hraðar og hraðar, þar sem að sú þjónusta sem að fólki með fíknivandamál og svo framvegis er boðið upp og líka rekin á vinnu fólk sem að þurfa að hlaupa hraðar og hraðar í sífellt verri aðstæðum. En í stað þess einmitt að einhenda sér í að koma með flottar pólitískar leiðtogalega lausnir, þá er einmitt farið í þetta. Komið með hagræðingartillögur, og hverjar eiga þær að vera? Að það sé ekki lengur leyfilegt fyrir borgarstjóra að taka með sér 10 milljónir þegar hann hættir í störfum, að það sé tryggt að öllum börnum sem að dvelja á leikskóla sé sannarlega veitt sú þjónusta sem að samkvæmt bara öllum hefðum, reglum, gildum og lögum þeim ber að veita og er ekki gert, að konurnar sem að vinna við að passa gamla fólki okkar séu ekki að detta í örorku í kringum 50 vegna aðstæðna. Það hefði nú aldeilis verið flott. Mér finnst mjög leiðilegt að sjá þetta. Mér finnst það mjög leitt að sjá það einmitt að eitthvað svona tryggs, ódýrt pólitískt tryggs væri bara tekið upp af þessum nýja meirihluta og sett fram einmitt eins og þetta væri eitthvað svona skemmtilegasta lagið í Eurovision sem við ættum núna öll að vera að syngja. Ég held að það er nú alltaf að hagræða, alltaf annars lagið að taka til hendinni í því. En mér finnst bara frétturnar í þessu með ríkisstjórnina að vera að það er komið ríkisstjórn í landið. Það var engin ríkisstjórn í 2 ár allavega. Alveg frá því að Svandís sagði stopp á hvalveiðarnar, þá bara funkeraði ekki ríkisstjórnin og það kom ekkert frá henni og innviðaskuldin er náttúrulega rosaleg. Vegakerfið er bara að hruni komið og þetta er náttúrulega bara hræðir, það er svo margt sem það þarf að laga og það bara gengi í verkin og ánægði með þetta veiðigjaldafrumvarp og þó að sé ótrúlega lítið í rauninni sem þetta er lítil hækkun, þetta er ekki nema 10 milljarðar. Þetta er eins og biðja ríkt fólk sem á kannski 10 bíla að selja einn. Þetta er alveg ótrúlega svona
furðuleg umræða að þetta sé eitthvað umdeilt og einhver landsbyggðarskattur sem skilur ekki, sko. Það er náttúrulega baráttan gegn því náttúrulega byrjuðu miklu látum. Já, þeir kosta öllu til, þeir eiga náttúrulega eina dagblaði sem kemur út á Íslandi og eiga inn í þingflokkum sitt fólk og alls konar. Maður veit ekki, bara grunnastundum að fólk sé fái borga fyrir þetta, segja þessa hluti í þinginu. Má ég segja hvað við þetta? Sko, fyrsta, mér finnst að hún kom alveg með nokkuð góða punkta hana, því að í kjarnan þá var hún að benda á að besta hagræðingartillagan er góð þjónusta, af því að þá nýtur í peningar þessi best og þeir skila sér sem besti fólks. Þannig að það er náttúrulega hárrétt. Ef þú ætlar að, sko, bara ef þú einsetur þér að gera það sem þú gerir rosalega vel, þá yfirleitt er það gert skilvirkur og ódýrara og hvað á borg að gera? Borg á að reka grunnþjónustu vel. Það er það eina sem hún á að gera. Hún getur ekki gert það. Það verður nú mjög gaman ef það væri stóra verkefni. Nei, einmitt. Þannig mér finnst það, góð punktur hér. Svo er það varandi veiðigjaldið. Nú er ég náttúrulega komin og gett svona verið eitthvað. Ég var að rifja þetta svolítið upp. Þú veit bara í borginni, þú þarft ekki að Nei, ég nefnilega fyndi. Mér finnst þú verið með þess að fallega blá gleri og væri mér að segja. Ok, allavega, ég var að rifja upp veiðigjaldið. Málir ég ætla bara að viðurkenna það að það þurfti að setja mér svolítið inn í sögu sjávarútvegsins. Og ég er svona aðeins að reyna að láta setja mig aðeins inn í þetta og ég fekk hann pappa minn sem var í nefndinni sem kom fyrst á veiðigjaldinu til þess að segja mig frá því hvernig þeir, hvað voru þeir að hugsa, hvernig hefur það þróast og svona. Og það var sem sagt fyrst þannig náttúrulega markmiðið var bara að taka sjávarútveginn sem var, þannig að það þurfti að greiða með honum úr skattfé og hann var náttúrulega bara ekki í góðum ástandi og það voru gjaldþrot og svona. Og það þurfti eitthvað meina að koma honum í svona stöndugt form. Og svo þegar það tókst, þá ákveður að svona kemur upp þessu umræðum hvað þeir eru að borga og svona og þá er ákveðið að setja á veiðigjaldi og hugmyndin með því þetta væri sem sagt svona nóg til þess að ríkið fengi eitthvað en myndi samt ekki leti þess að bara stærstu fyrirtækin gætu greitt það og þar myndi þetta alltaf bara auðurinn færast og vera færri manna hendur, sko. Já, en þetta minni útgerðirnar borga ekki jafn mikið. Þetta er svona Nei, það er borgar allir ekki sömu krónutölu en það eru bara ekki á sama stað og þessar stóru útgerðin náttúrulega auðvitað skilur maður alveg þegar fólk segir þú veist, þið getur nú alveg borgað það og ég held að það getur kannski átt við þessa stærstu en það er svolítið vont ef alltaf að reyna að taka þú ert í raun og veru að hugsa eitthvað skatt og eitthvað gjald og eitthvað tölu með bara 4 í huga og þá er svo mikið hætt á því að þú svona eiginlega óvart, þú veist, veiðir meiri fisk en þú ætlar að gera, þannig að það geti fækkað þess, en við sjáum bara til, það alltaf kemur ljós, en veiðigjaldið ein gagnrýnin á það hefur líka verið þessi að það fór úr 1,5 milljörðum þegar það var sett á, sem er á 5 milljarðar verðlagi dagsins í dag, og hefur síðastliðin 10 ár bara með, þú veist, batnandi afkomu sjávarútvegsfyrirtækjanna verið hækkað svona jafnt og þétt upp í svo 10 milljarða. En núna er gagnrýnin helst svo að það á að fara úr 10 yfir í 20 þú veist, á einu bretti og það er náttúrulega, og að því svo ég bara, þú veist, ekki engan í fisnum og er ekki tengt inn í sjávarútveginn bara í borginni en bara þekki mikið fólkið í út í sveit og í þessum bæjum. Rekstrar afkoma þessari greinar var 90 milljarðar á árinu 23. Þannig að og eftir veiðigjald, Þannig að nú er að taka 10 milljarðar af 90, þannig að þú veist, þetta er ekki svo mikið, Já, það fer svolítið, ef þú tekur alltaf greininu náttúrulega heildina. Landsbyggðin er að hruni komin, það er bara, fólk kemst ekki einu sinni til Reykjavíkur á bíl lengur. En þetta er bara góð punktur, það þarf virkilega að laga vegakerfið. Og það þarf peninga þá inn í það. En við byggðum þetta vegakerfi upprunalega án þess að vera með veiðigjald á sjávarútvegi. Þá var ekki einu sinni til kvótakerfi, Á Vesturlandi. En vegakerfið er náttúrulega byggt upp á tíma þegar að stjórnmálafólk var sammála almenningi það væri nú gott og mikilvægt að vera með flotta og sterka innviði og það var eitthvað sem allir í landinu ættu að vera stoltir af. Sá tími er því miður löngu liðinn. En það þarf að koma þeim tíma aftur á og til þess að það sé hægt að fá fjármunina til þess að gera þetta í þessu vellauðuga samfélagi. Þá þarf auðvitað að gæta að því að það fólk sem að hagnast mest allra
skili sínu með mjög markvissum og góðum hætti inn í ríkiskassan vegna þess að skattkerfið okkar hefur eina grundvallar funksjón og það einmitt að tryggja að hægt sé að reka samfélagið, að hægt sé að styðja við það fólk sem af einhverjum ástæðum aflar ekki nægilegra tekna til þess að geta komist af og funnela fjármunum frá þeim sem eiga allt of mikið inn í kerfið til þess að reka kerfið og til þess að liðsinna fólkinu sem að býr í þessu landi. Þá erum við í góðu samfélagi og þá erum við líka í samfélagi þar sem möguleiki á einhverju svona pólitískri sátt, samfélagi þar sem við erum ekki alltaf í einhverju svona pólitísku uppnámi, þar sem við getum saminast, sama þó við séum ósammála mjög margt, við getum saminast í því að fókusera á og byggja upp þá hluti sem að skipta okkur öll á endanum máli. Og 94% landsmanna eru á því að sjávarútvegurinn geti borgað meira. En það vita allir Ég hugsa kannski til þess að bara Nei, ég ætla að segja þegar tala vegakerfi, þá horfum við alltaf mest á Norðvesturland, frá bara ströndinni og þar eru vegir sem að fólk bara að fara að taka malbis útana í burtu og mala vegur upp á nýtt og þarna trukka kistla alla daga, bæði með lax og fyrst og fremst lax. Fyrst og fremst lax. Já, fyrst og fremst. Þetta fyrst og fremst það er líka bátar kannski frá Grindavík, þeir landa kannski á Patró inn í bíla sem keyra svo suður. Það er þannig líka. Krafan svo að þetta komist í flug bara daginn eftir frá Keflavík. Já. Það er ekki lengur og hver svona bíl hann eyðir 15.000-falt veginum á við venjulega fólksbíl. Hver einasti bíl. Þannig að það að vera að tala að setja kílómetragjald á venjulega fólksbíl eiginlega bara hlægilegt. Veginir að spænast upp af þungaflutningum sem að bera engan kostnaðir, borgaðu þungaskatta, þeir borgi ekki kannski á við 4 bíla, en þeir eyða, við kertum þessa vegi, það eiginlega allir með kerru eftir sér, þannig að án kerrunar þetta svona 12.000 fólksbílar sem þið mætið, en með kerrun þetta 15.000. Já, þannig svo sýnilegt að sjávarútvegur vegna þess að við getum ekki skattlagt fyrirtæki og þeir sem eru að nota innviðin okkar, að þá keyrum við tökum við malbyggið af vegunum til þess að þjóna þessu fólki. Nei, heimafólki það er bara staða. Fólki sem býr þarna, það fer bara með hak og skóflu og bara tekur restina af allt frekar en að skattleggja hinn ríka. Þetta er ekki norskir auðkýfingar sem eiga þetta. Og við erum að gefa þeim vegakerfið okkar. Hvað er ruglið? Mér svolítið máli skilt að ég var í Brúavínu á Barðaströndinni og Ísafjarðardjúpi. Þú vitnaði pappaði líka. Og pabbi var vegamálstjóri og ég var í Borgarfjarðarbrúnni og hann hannaði hana og þannig að við tókum þátt í þessari uppbyggingu og það er eins og Sólveig Anna segir, þetta var annar tími og rosalegu svona meðbyr og allir á því að þetta væri þjóðhagslega góðar framkvæmdir og enda voru það og það var eitthvað svona gleði og kraftur og ekkert umdeilt í kringu þetta. Nei, og við vildum bara bera höfuðið hátt, vera þjóð meðal þjóðar, þjóð sem að gæti, þú veist, en svo kemur græðgin inn gert vel við fólkið sem að bjó í landinu, gert vel við vinnuaflið, gert vel við börnin sem að bjuggu í landinu, kennt þeim að lesa til dæmis, þú veist, tryggt þeim við vorum alltaf að reyna að byggja upp Ísland frá 1944 til að sanna við værum þjóð meðal þjóða og það eindi enn eftir því og við erum bara ótrúlega ríkt og að mörguleyti rosalega heppið land og við ættum hér öll að geta átt sæmilega gott líf en vegna þess að hagsmunir fárra hafa verið teknir fram fyrir hagsmuni fjöldans og til viðbótar við það búum við í alþjóðlegu viðskipta umhverfi sem að telur það sína bestu hugmynd að leysa upp vinnuaflið inn í þjóðríkjunum og senda fólk af stað til þess að eltast við láglaunastörf út allar trissur. Þá endum við á gjörsamlega fáránlegum stað þar sem að við erum á endanum alltaf í einu uppnáminu á fætur öðru og til þess að svona diverta því hvað við erum að hugsa og koma í veg fyrir að við getum actually fundið góðu lausnirnar og sameinast, þá erum við alltaf að senda einhverja eltingarleiki til þess að rífast eitthvað sem engu máli skiptir. Svo svona munum við að við vorum kannski hefðum betur átt að nota tíma okkar í að tala hvað sem skiptir máli en þá þú veist, eitthvað ótrúlega margt búið að gerast í millitíðinni og á endanum fyrir okkur bara öllum að líða eins og þú veist, við séum bara að það sé eitthvað að okkur þú
Við hljótum að vera eitthvað vitlaus og ruglað, sko. Má ég skjóta einu inn, af því að Borgarfjarðarbrú, þegar hún var byggð, Hvenær er hún Hvað sé talið Borgarfjarðarbrúna? Ég var hérna 76, Já, já. 76. þegar hún var byggð, Flott að þá voru tekjuskattur fyrirtækja rétt undir 50%, þannig 20% í dag. Þá var fjármagnstekjuskattur ekki til, þetta var arður skattlaður eins og aðrar launatekjur og hefði þá verið 49% í dag, hann er 22% í dag. Þá var eignaskattur á allar ríkasta fólkið sem var aflagður. Þá voru aðstöðugjald sem að fyrirtæki borguðu til nærsamfélagsins, það var aflagt og svona getum við haldið áfram að telja. Það sem hefur gerst síðan að Borgarfjarðarbrúin var byggð og þess vegna er okkur ófært að byggja Ölfusárbrú, okkur er bara ófært að gera það, sem er bara pínlítið brú. Við erum nú að klára í Hornafirði. Já, en ég meina okkur er bara ófært að gera þetta, vegna þess að það verður búin að samfara okkur að ríki hafi ekki afl til þess að gera þetta. Þess vegna verðum við að fá einhverja ríka kalla til þess að byggja fyrir okkur Ölfusárbrú. Við verðum að bíða eftir því að þeir sjá einhvern veginn nógu mikinn hag til þess að gera þetta. Það sem við ætlum Við að erum búin gera að núna brjóta er að fá niður lífeyrissjóðina tekjuöflunina sem til að ríkið byggja hafði til fyrir þess að okkur. vera í neyslubinding. Við ætlum að fá lífeyrissjóðina núna til þess að byggja. Það er fulltrúi sjálfstæðisflokksins síðan að Já, voru ekki að smenna mig til þessa. það er sóttaður á geta. En ég er svo ótrúlega heppin, sko, stundum kem ég er ekki alveg vel inn í málum, en í þetta sinn er ég það, þannig að það er rosalega gaman. Sko mál ég held að einmitt þetta sem maður nefndir, þetta grundvallar atriði að búa til samfélag þar sem allir fá að vaksa, njóta og dafna og við skiljum einhvern eftir og við erum bara að lyfta þeim upp sem þurfa að láta lyfta sér upp, en við líka leyfum þeim að sækja fram sem að þurfa að fá rými til þess að sækja fram á svigrúm. Og það er algjörlega í grundvallar atriðum allan okkar stefna en það sem kannski skilur á í því hvernig við hugsum okkur að þessu markmiði er að okkar fókus er ekki á svona þessi stifi í sjálfstæðisflokknum og sjálfstæðisstefnan. Hún er raun og veru ekki að þú veist, hvernig getum við grætt eða hagnast á fyrirtækjunum inn í ríkissjóð, heldur hvernig getum við grætt eða hagnast með, og þetta er grundvallaratriði, með fyrirtækjunum þannig að öllum vegni vel. Og talandi mitt breytingarnar, það sem var að gerast, að því þetta er eins og hann nefndi, það var allt önnur og miklu hærri skattprósenta. Já, þessu. Já, og arður. Þá voru lágmarkslaun engin skattur. Já, og það er það sem þið vildu ekki vinna með láglaunafólkinu, með því að leyfa þeim að vera skattlaus. Þið vildu leggja skatta á þau, en ekki á hinn, sem eru aflögu fær. Já, ég ætla það er sjálfstæðisstefnan. Það er hún. Sko, þetta er ekki alveg þannig, en ég ætla að tala alla minnstakosti það sem þú varst að rifja upp í sögunni. Og það var sem sagt þannig að þú varst með arður á öllum fyrirtækjum, hann var skatlaður tvisvar. Hann var skatlaður annars vegar þegar hann var greiddur út og svo þegar viðkomandi fékk hann. Og það gerði að verkum að upp í heildum þá varstu kannski eitthvað fyrirtæki sem vildi greiða arð eða eitthvað til þess að, ég veit ekki, fara í eitthvað fjárfestingar eða whatever, að það borgaði sig bara ekki. Út af því að þá var þetta bara 80%. Nei, þetta þýddi að þú varst með fleira fólk. Nei, þú varst með fólk á launaskrá. Nei, meiri fjárfesting inn í fyrirtækjunum vegna þess að það var ekki ódýrt að draga arðin út. Sko, Nei, þetta reyndar bara gerða, sko, þetta var þannig að þegar þetta var afnumið aðstöðugjaldið og það var frekar sett á virðisauka skatturinn, hann var tekinn í staðinn og svo var hinni skatturinn nefndi lækkaður og það var tekinn fjármagnstekjuskattur þvert 10% á og svo voru alls konar svona hindranir sem voru inn í skattalöggjöfinni sem gerða erfitt fyrir fyrirtæki að stækka, þær voru líka fjarlægðar og það sem gerðist er að á þessum 10 árum upp á 1990 að þá bara verður ykkur umbreyting sem að hjá tekjum ríkissjóðs og þetta er svo magnað með því að taka sko lægara hlutfall en vera með breiðara skattstofna þá endum við með að fá meiri tekjur ríkissjóð. Trúir þessu ennþá? Ég bara það lægri skattar á þeim ríku og ekki tekjur ríkissjóð? Nei, ekki á það ríku. Trúir þetta sérvéttan sem að maðurinn teknaði á þarna 1974? Þú trúir henni ennþá? Ég get allavega sagt... Það er búið að afsanna, það er bara heilu bókasöfnir sem afsanna þessa kenningu. Já, ég veit ekki hvað skal segja þér Gunnar. Þetta bara greinilega virkaði það vel að við komumst í meðal fremstu þjóða heims í velmegun. Bara með því að fá meiri pening. Frá 91 hefur verið helmingi minni hagvöxtur á mann heldur var í sambarlegum tíma á undan. Þessar breytingar sem voru gerðar með því að lækka skatta á hinn ríku, á fyrirtækin og fjármagn, dró mátt úr hagkerfinu. Þú getur bara að bóra þetta saman.
Já, við getum líka borið saman fjölda fyrirtækja 1990 og fjölda fyrirtækja núna. Þeim við fækka vegna þess að þeir sem aðgengja fjármagni hafa keypt upp, þess vegna erum við með apótekara keðjur, þess vegna erum við með keðjur í dagvöruverslunni, þess vegna erum við með örfá útgerðarfyrirtæki, þess vegna erum við það er fyrirtækjum með fækkað. Ég held að bara, fyrirtækjum hefur ekki fækkað, alls ekki. Það er alls ekki þannig. Kaupmáttur hefur aukist 90%. Þegar óstuð voru 9 tryggingafyrirtæki, þannig að það þurfti 9 manns að hringja og selja tryggingar. Nei, það var samkeppni í kerfinu hjá ykkur og þá veldur það því að sá sem eru aðgengi að fjármagni, hann kaupir frá sér samkeppnina og við erum núna með geira sem er tryggingageirin, maturugeirin, olíuverslunin, allt saman engin samkeppni, sjávarútvegur engin samkeppni. Þetta er ávöxturinn af ykkar kerfi, sko. Bara ávöxturinn af okkar kerfi, við getum náttúrulega bara endalaust diskutera þetta, en ég vildi allavega meina það að flestir í dag, hafa það mun betur en fólk hafði fyrir 30 árum, en þeir sem hafa það ekki betur, við þurfum að vinna í því og það er það sem að snýstum. Ekki skilja neinn eftir. Það er verkefni samfélagsins. Fátækasta fólki á Íslandi hafi það verð heldur en ég man eftir þegar ég var alast upp. Íslensk vel sett millistétt sem á sitt eigið húsnæði, heimilið sem er rekið af 2 fullorðnum einstaklingum sem eru bæði í góðri vinnu. Þetta er fólk sem hefur það mjög gott og það er auðvitað eitt af leiðindunum í íslenskri verkalýðshreyfingu þegar að talsmenn millistéttarinnar stíga fram og láta eins og meðlimir íslenskrar velmenntaðar, fremur velsettrar millistéttar eigi bara einmitt í alveg jafn bágt og verka á láglaunafólki jafnvel bara meira bágt eins og stundum fólk vill stilla því upp. En það er náttúrulega margar ástæður sem spila þarna inn í við auðvitað þyrstum að halda væntanlega einhvern sérstakann þátt það til þess að ræða hvernig til dæmis bara svona skuldasöfnun þjóðríkja og almennings verður normið í kapitalismanum eins og við búum í dag en við kannski nefnum ekki fara að ræða það núna. Ég man bara ekki eftir svona röðum í fjölskylduhjálpunni í dag. En fyrir verka á láglaunafólk þá er staðan auðvitað mjög skrítin og erfið og auðvitað hópur verkafólks á Íslandi sem að vinnur mjög mikið og þénar þar af leiðandi sæmilega. Íslenskir verkakallar í Eflingu og SGS-félögunum eru með vinnuviku sem er miklu lengri vinnuvika en hjá nokkrum öðrum meðan að langflestir hópar hafa fengið til með styttingu vinnuvikunar, þá eru íslenskt verkafólk á almenna markaðnum ekki með styttingu og verkakallarnir, ég man ekki hver að vinna svona 54 til 56 stunda vinnuviku og með því náður auðvitað tekinum sínum upp. Verkakonurnar, það eru auðvitað hýrast þarna neðst í hérna efnahagslegu stigveldi og þurfa margar hverjar að vera í 2 vinnum. Ég var í samskiptum núna fyrir helgi við frábæran mann innflytjanda hér á þessu landi sem að er í 3 vinnum. Hann er að vinna á 2 hjúkrunarheimilum og svo er hann að vinna hjá Volt og af hverju er hann að gera þetta? Hann er ekki að gera þetta því hann finnst skemmtilegt að eiga aldrei frí. Hann er að gera þetta vegna þess að hann þarf að borga leigu og hann þarf að sjá fyrir sér og dóttur sinni. Og þetta er eina leiðin fyrir hann. Svo ertu að tala raðirnar. Já, við sáum það til dæmis í COVID, allt í einu vorum við komin inn í samfélag þar sem að það var bara sjálfsagt og eðlilegt að risastórir hópar atvinnulaus fólks, fátækts fólks stæðu í löngum röðum til þess að fá mat og fatnað og vöru fyrir börnin sín. Þannig að þetta er auðvitað afleiðing þess sem að Gunnar Smári var að lýsa, þessar svona hrörnunar á þessum gildum sem að voru til staðar, þar sem að kapitalistarnir vildu ásamt öðrum taka þátt í að vera með sæmilega balanserað samfélag og ég er svo sannarlega ekki að láta eins og allt hafi verið fullkomið þá af því að það var það auðvitað ekki. Svo förum við á stað þar sem að það verður helsta markmið auðstéttarinnar að reyna að fría sig þessari samfélagslegu ábyrgð og svo erum við svo óheppin að meira minna öll stjórnmálastéttin frá vinstrinu og yfir í hægrið fer að líta á það sem sitt helsta pólitíska hlutverk að vera bara einhver svona manager fyrir auðstéttina. Vinstrið líka hættir að vilja skilja að helsta hlutverk vinstrisins er að vera málsvari vinnandi fólks inn í lýðræðinu og inn í pólitíkinni og þá endum við einmitt á stað þar sem að já, við erum vissulega með mjög vel setta hópa
mjög vel setta millistétt að mestu og svo auðvitað gríðarlega vel setta efri millistétt og svo auðstétt. En svo erum við með risastóran hópa fólki sem að spritar frá unga aldri fram á gamalsaldur sem að lifir styttra, lífslíkur þessar fólks eru að dragast saman meðan annar eru að lengjast, fólk er að fara inn á örorku, lífeyrissjóðurinn Gildi sem eflingafólk borgar í, er með hæstu svo kallu örorku byrði eins og það er kallað. Af hverju? Vegna þess að bæði kallarnir og konarnir vinna erfiðisvinnu og fara fyrir á örorku. Ef þið skoða tölurnar frá Virk þá sjáu þið það líka að fullt af konum á mínum aldri, ég er verið 50, fullt af konum á mínum aldri eru einfallega bara búin að vinna sér til húðar, geta ekki annað en að hætta að vinna og eru orðnir bara einhvers konar sjúklingar og svo börn þessa fólks, þau geta ekki komist út á húsnæðismarkaðinn, þannig að þröngbýli eykst, hvað þýðir það? Þröngbýli er þar að of margir fullorðnir búa saman í of litlu rými. Þannig erum við komin tilbaka áður en að einhver húsnæðis uppbygging fyrir alþýðuna hófst fyrir miðja síðustu öld og þetta er staðurinn sem við erum á. Þetta er staðurinn sem að þjónkunin við auðvaldið, alþjóðavæðingin, hrun alvöru stéttapólitíkur, handónýtti stjórnmálaflokkar hafa komið okkur á. Og þetta er ekki góð stað til að vera á. Nei. Þetta var stór skammtur. Já, það er flett upp á því að ævilengdin sem við ættum náttúrulega að vera að ræða svolítið að Hagstofan er ekki með stéttagreiningu en hún er skipt eftir menntun. Núna er munurinn á körlunum sem hún var að lýsa að þeir sem eru með grunnskólapróf og þeir sem eru með háskólapróf 5,1 ár sem að þú lifir bara skemur sem er byrði stéttar kúunar. Ég fletti upp þegar byrti ekki lengra aftur enn til 2011 að þá var þetta 4 ár. Þannig á undanförnum árum hefur munurinn á ævilengd þeirra sem eru neðst í samfélaginu og þeirra sem eru ofar aukist. Já, og er að aukast og aukist bara mjög mikið. Helmingurinn af félagunum í Eflingu hefur ekki kosningarétt. Nei, ekki alveg. Nei, eitthvað sem aðeins að byrja. 10.000, við erum 28 í félaginu, 10.000 Eflingamæðlumir hafa ekki kosningarétt. Hafa ekki aðgengin í lýðræðiskerfið okkar. Þegar mamma okkar fekk íbúð í verkamannabúslóðum, þá hafði fátækt verkafólk möguleika á því eignast húsnæði. Bara dream on í dag. Ég bara var nýbúin að koma til þetta. En þú lagði til sem að Margrét Thatcher lagði til sem að er Right to Buy. En veist þú hverjir búa í sem að eyðilagði félagslegakerfið í Bretlandi? Það er mjög mikið að fátæku fólki sem býr í félagsbústöðum. Nú ætla ég bara að bretti upp ermana og mjög mikið af fólki sem er að glíma við alls konar félagslega vandamál. Brettu pantekina. Takk fyrir, bara að reyna að vera stiltur. Já, en hvað við erum búin að tala svo margt núna, en ég ætla að ég ekki útskýra það sem að því að það hafa margir haldið að ég væri að leggja til hitt eða þetta, en ég var í raun og veru í grunninn gekk þessi tillögu það að við myndum taka dæmin frá því hvernig þetta er gert að því að í Englandi, Bretlandi og Bandaríkjunum og fleiri stöðum og við myndum bara finna út hvernig við getum bara hanna leið sem myndi hjálpa þessum lágtæki fólki og þeim sem bara minnst mega til eignar án þess þó kannski að lenda í sömu mistökum og aðrir sem hafa komið undan okkur. Og það var það sem að tillaga mín fjallaði og einn angi af henni, hún var að fólk geti notað sem sagt húsnæðisstuðning í staðan fyrir að nota hann bara til þess að greiða niður leigu, að þú geti notað hann húsnæðisstuðning til þess að greiða niður íbúðalán. Kaupa íbúður út úr kerfinu? Nei, við myndum frekar bara gera svona kannski eins og Kópavogsbær gerir að í hvert sinn sem að einhver sem að leiri á þeim þú veist, getum notað eitthvað af því sem þau gera, en það er að þá er að eitthvað sem leir hjá þeim nær, þú veist, kannski upp í hennan tekjumörk, en þess að þú mátt heldur ekki eigan eftir þá er bara sparkað út í núverandi kerfi, að þá býður Kópavogsbær þeim að kaupa eignina og kaupa svo bara aðra í staðinn. Þannig að það er alltaf sami fjöldi eigna, skilur Þannig að það er ekki alveg svo Thatcher. Þetta er ekki alveg svo Thatcher. Nei, þetta er nefnilega ekki alveg svo Thatcher. 30% af félagslegum íbúðum voru engavæddar með þessum hætti. Þær íbúður eru meira og minna í eigu braskara í dag. Já, við getum bara lært af því sem gekk ekki vel þar og nota það sem hefur gengið vel annars staðar til þess að ná samt sama markmið og það er sem til að minn gekk út af. Þannig nei, ég er ekki að tala um að leggja niður félagslega kerfi. Það þarf alltaf að vera eitthvað félagslegt íbúðakerfi. En ég er að leggja til að þegar kannski fólk kemst á þann stað að það á séns
sens til eignar að við lyftum því? Ég ætla þá að fá að segja, fyrir ekki að ég ætla að grípa orðið eftir, að ég mjög hlynnt því að fólk geti eignast sitt eigið húsnæði og ég til dæmis að við í verkalýðshreyfingunni þurfum að fara varlega í því að leggja alla áhersluna okkar á leiguhúsnæði, félagslega kerfi vegna þess að við vitum að eina leið verka og láglaunafólks til þess til dæmis að geta arfleitt börnin sín af einhverju, það að komast í sitt eigið húsnæði og það ósanngjarnt og rangt að ætla einhvern veginn að láta eins og einmitt þau sem að eru við viss tekjumörk og ofar að þau megi öll eiga sitt eigið húsnæði en að vinnuaflið eigi alltaf vera í leiguhúsnæði. Þá erum við líka að búa til enn meiri svona kynslóða vanda, þá erum við að tryggja það einmitt að auðmagnið það færist bara meira á milli vissra, á kynslóði vissum stéttum en hin eru alveg skilin eftir. Við erum að halda fólki í vítahringi fátæktar með þessu. En meðan að húsnæðismarkaðurinn og húsnæðiskostnaður er svona ótrúlega hár eins og hann er núna, þá er þetta mjög erfitt ástand vegna þess að hvað ætlar að gera næst þegar að húsnæðisverð rýkur upp, hvernig á fólk að geta ráðið við að borga af lánunum sínum og svo framvegis. En ég ætla bara að fá að segja af því að ég vil bara mjög gjarnan, ég skal bara fara og kynna mér þessa hugmyndina, mjög góð hugmynd að húsnæðisstyrkurinn, húsalegu bæturnar, ef að fólk undir einhverjum vissu tekjumörkum getur ráði við það að komast í sitt eigið húsnæði, að sjálfsögðu á þá að halda áfram að hjálpa því. En það þyrfti þá til dæmis bara að taka upp vaxtabótakerfið aftur. Það var hér alvöru vaxtabótakerfi sem að einmitt liðsinti vinnandi fólki við það að standa skil á greiðslunum á húsnæðinu en Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn þegar Sigmundur var þar, Silfurskeiða, hvað heitir þetta? Silfurskeiðarstjórnin. Ég þekki ekki uppnefningarnar. Þeir rústuðu vaxtabótakerfinu og það hefur til dæmis verið eina stóru kröfum verkalýðshreyfingarinnar núna undanfarin ár að því sé aftur komið í gang til þess einmitt að það sé hægt að hjálpa venjulegu fólki að eignast húsnæði og halda svo húsnæðinu þegar það kreppir að. Það var einmitt þannig að þeir minnkuðu bótakerfið en juku húsnæðisstuðningin. Ég held að það bara, mér finnst alveg við mega skoða þetta aftur. En húsnæðisstuðningurinn, hann er núna mest megnis, ekki húsalegu bætunar, heldur húsnæðisstuðningur inn í þessa séregna fer bara í kerfið, fer bara til leigusala og svona nekkt. Þannig að það er bara verið að flæða fjármunum. Það er bara verið að flæða fjármunum út úr ríkiskassanum til þeirra einmitt sem að þurfa ekki á honum að halda. Mjög ömurleg og heimskuleg ráðstöfun á peningum. Ég veit, oh my god, ég verði að kynna þessu hugmynd. Hún var fellt því niður í borgarstjórn, en ég hef einsett mér og ná þessu í gegn. Þú segir bara hérna mitt og milli. Ég bara beigir mig. Ég er alltaf að skil ekki alveg þessu umræða því ég er bara svo vitlaus, kann ekki alveg á svona tæknilega atriði í einhverjum húsnæðismálum og vaxtabótakerfi og eitthvað svona. En mér langar svona aðeins til að gera umræðuna almennari, pólitískt séð. Við sitjum nú hérna við rauðaborðið og þetta er nú svona, minnir svona á skoðanakannana kökuna hérna. Og það var að koma könnun daginn og það slær mann náttúrulega að utanþingsflokkarnir 3 eru með 12,7% fylgi. Þetta er ansi stór hópur sem á ekki fulltrúa á Alþingi og leiðir náttúrulega hugana aftur af því að reyna að sameina vinstri menn það var nú gert í Samfylkingunni og svo færist hún til hægri og þá kemur alltaf einhverjum nýjir hópar og stofna sína eigin flokka. Þetta er bara örlög okkar vinstrimanna, endalaust að vera svona klofnir og svo er sósíalistaflokkurinn að klofna í frumeindir sínar og þetta er náttúrulega bara sagan endalaus. Þetta gerist aftur og aftur og aftur og við lærum aldrei neitt á sögunni og þetta verður bara að þrautaganga til eilíðar. Hér situr öflugur foringi verkalýðsfélags og er að punda á fulltrúa sósíalista í borgarstjórn. Þú veist, við getum aldrei... Það er svo nýtekna við megum verðum aðeins að draga andan. Já, aðeins að gefa fólki séns. Það er bara að lenda í... Og aðeins að slaka... Maðurinn sem að situr hliðina mér talaði að það veri leitt að sjá hvernig hugmyndafræðin sem að öllu réði væri enn við völd hjá ríkisstjórninni. Það var nú bara það sem ég var að benda á að hún væri við völd á fleirum stöðum. Við megum að horfa í okkar eigin barm, sko.
Ég elska Ekki alltaf að ráðast bara á Sjálfstæðisflokkinn. Ég elska sjálfsgagnrýni Já, og við höfum ekki verið dogmatísk að sjálfsögðu eigum við að gera slá aðeins af þessum ítrustu kröfum og reyna að nálgast hvort annað og reyna að stofna þá bara nýjan flokk. Ef Píratar, VG og sósíalistar getur saminast í einu flokki þá... Fjórðaflokki þá? Já, þá náðu kannski inn á þing. Ef þú vilt vera utan þings endalaust, þá bara verður áhrifalaust. En eru Píratar vinstriflokkur? Ég veit það ekki. Þeir færðust til vinstri á tímabili. Það eru kjósendur Pírata eru vinstri. Ég hef ekki gert neitt síðan 2018 heldur að slá á En þú veist, eru Pírata vinstriflokkur? Þannig erum við komin aftur. Finna eitthvað klopningsatriði. Nei, við getum ekki saminast Pírötum, þeir eru ekki vinstriflokkur. Svona þetta endalaust og á þessu rauða þræði hérna hjá sósíalistum. Það bara endalaust rifrildi allan daginn og nú er búið að fara að ritskoða það. Alltaf fyrsta sem Ég verði að fá að leiðrétta þetta, það er ekki að ritskoða. Alltaf fyrsta sem sósíalistar gera þegar þeir komast til valda, það er ritskoðun. Hallgrímur, þú ert að éta upp einhverja fréttir. Það er ekki verið að ritskoða, það er verið að setja takmörk á því hversu margar Já, það er ritskoðun. Nei, það er engin ritskoðun á þetta. Það er ekki takmarkanir á hvað fólk getur tjáð sig á Facebook. Það er verið að tryggja það að þeir sem eru frekastir og ákafstir til orðsins dómir ekki hérna yfir þessu. Það var að gera könnun inn í hópnum. Líst ykkur vel á þetta? 83% líst vel á þetta. Það er verið að fara að vilja fólksins inn á þræðinum til þess að örfáir hérna aðilar sem eru að reyna að kveikja í þræðinum og sósíalistaflokknum fá ekki að vaða þar uppi. Það er bara það sem það verður að gera. En þeir með að tjá sig alveg eins og hinir. En þeir verður bara að tjá sig meira. Gunnar Smári, þú situr hérna við borðið alla daga á samstöðinni. Sko. Þú verður að leyfa fólki að tjá sig líka. Nei, ég er ekki að leyfa það, gjör svo vel. Öðrum að tjá sig. Gjör svo vel. Þú veist, nú er ég að segja þetta. Maður er að horfa upp á þetta. Þessa hræðilegu för enn og aftur að fólk er að klofna í frumyndir og þessi er gjafna með þennan og þá getum við ekki eins og verið saman í 4% flokki. Þú veist, þá eru 2% farin í sérflokk og svona verður þetta endalaust og það er bara áhrifaleysi. Þetta er áskrift á áhrifaleysi. Ég skiljiði mjög vel á þetta að segja. En við höfum gert kannanir meðal félagsmanna og þessi sem eru með þessa gagnrýni að þeir njóta stuðnings 10% félagsmanna. En þetta er eyðileggja flokkin út á við og það fer enginn að kjósa ykkur með þetta yfir sig. Skoðanakönnunni síðast það var fín fyrir. Sósíalistaflokkur með 13% fylgi í borginni. Þriðjastæsti flokkurinn, hann er stærri en samfylkingin þín að fólki undir 40 í borginni, samkvæmt könnunum. En ég held við værum að fara að tala um það hvort þetta væru möguleikar á því að þessu svokallaða vinstri myndi sameinast. Já, við gerum það er bara fín umræða. Já. Og eru möguleikar á því? Verið ekkert að því. Af hverju? Svo má ekki gleyma hægri klofningunum er svolítið á hægri. Ef þessi svokallaða vinstri vill sameinast, þá þarf það að velja sér einhverja nokkra málaflokka til þess að sameinast og svo þarf það þá að ákveða að hætta að rífast alla hina 100 málaflokkana. Það þarf að setja efnahagslega velferð vinnandi fólks í fyrsta sæti. Svo þarf það bara að búa til alvöru pólitík í kringum það hvort að það sé svo vilji til þess innan hins svokallaða vinstris þá bara eftir að koma í ljós. Það þarf að komast út úr búblunni sinni. Sko. Vandinn er þetta að hið svokallaða vinstri hefur ekki haft neitt raunverulegt fram að færa fyrir vinnandi fólk í síðustu alþingiskosningum. Þá fer stór hópur fólk sem að hefði þetta að mínu viti ekkit endilega átt að kjósa flokk fólksins fer og gerir það. Þú veist, það hlýtur að vera lærdómur fyrir hið svokallaða vinstri. Það þarf að endurhugsa skilaboðin. Þau verður bara að horfa á hvað gerði Inga Sæland rétt og akkur er hún svona, hún er stórkostlegan kjörþokka, hún er larger than life típa og hún höfðar bara til vinnandi stétta á einhvern allt annan hátt heldur en sósíalistaflokkurinn gerir. Hún bara líka syngur rosalega vel. Og vinstri, hún tekur Tínu Turner, ég var bara svokallaða vinstri hér sem og víða annar staðar. Það getur ekki beðið eftir því að kjósendur skilja þar sé öll hinn mikla speki fólkin. Þau þurfa að átta sig á því þú veist, hvað vilja kjósendur og svo þurfa þau að finna leið til þess að móta stefnu þá flokkana eða flokksins og það sem að kjósendur vilja. Þannig á pólitík í lýðræði samfélagi að virka. Þú ert svolítið að lýsa því sem að Kristrún gerði með Samfylkinguna því að henni tókst að brjótast út úr búblunni og með okkur öll
Hún byrjaði á því að fara hringinn í kringum landið og fara svo annan hring í kringum landið og þetta var mjög umdeilt innan flokksins og þingmennirnir voru óánægðir að hún komin á fund í mínu bæjarfélagi, einhver óbreyttur þingmaður, hvað hún að gera, hvað hún að vilja upp á dekk og þetta var svona titringu fyrst, en svo sá fólk stóru myndina, hún var að hlusta, hún hlustaði bara allan hringinn, hvað brennur á fólkinu og svo skipaði hún því 3 meginatriði og það var hamrað á því 2 ár, alltaf sömu atriðin og þetta skilaði þessum sigri samfylkingar og þetta alveg bara skólabókardæmi og þetta var stúderað í Bretlandi hvernig fór verkamannaflokkurinn að þessu. Hún var óhrædd. Já, en fekk náttúrulega gagnrýni á sig og fær enn og hún var ekki dogmatísk, hún var ekki bara einhvern veginn að búa til það hvernig hún ætlaði að tala út frá því hverja mætti ekki styggja. Hún breikkaði sig og breikkaði einhvern venjulegt fólk, venjulegir kjósendur, bara almenningur þetta nennir ekki að hlusta á eitthvað svona sanctimonious röfl að það má aldrei segja þetta, það má ekki tala um þetta og þú ert að segja hugsanaglæp hér og hugsanaglæp þar. Fólk vill bara fá að tala, frjálst, vill fá að koma sínum skoðunum á framfæri, vill mæta stjórnmálafólki sem einhvers konar jafningjum, tala, en þessi svona, þetta svona sanctimonious, svona righteous, woke, leiðinda þus, þú veist, leið og hér svo kallega vinstri fattar að sá tími liðinn, þolir þetta engin lengur. Ég trúi ekki að ég sé að hlusta á Sólveig Önnu tala gegn woke, ég bara trúi ekki. Woke? Já, woke ein bara mest óþolandi hugmyndafræði sem hægt að hugsa sér. Authoritarian. Þetta einmitt fólk sem býr í búblu sem heldur að ég sé að tala eins og Trump. Þú veist ertu að tala við transfólk, ertu að tala við homma, lesbíur, hvað? Ég að tala gegn hugsanaglæpa authoritarian leiðindunum í Vókinu. Vók hugmyndafræði sem fæðist inn í bandarískum háskólum. Vók bara að vera næs við fólk. Nei, þú veist bara ekki hvað Vók En við þurfum þá alltaf sérstakann þáttum Vók. Vók sprettur upp úr menningublökkumanna og var fyrst notað þar orðið að bara vera alert. Ég skal benda þér á bækur, podcast, þætti, viðtöl, greina. Orðið kemur það. Svo þú getur lært hvað Vók því að þú greinilega veist ekki hvað það En það líka vandinn með íslenska umræðu hefð að leið og manneskja segir eitthvað sem að manneskjan við hliðina rósamlega þá erum bara ásökuð að vera trumpisti. Þetta hugsanaglæpurinn sem ég hef núna framið, hann verður til þess að einhver merkilegur íslenskur rithöfundur með aldrei getur bara að kalla mig trumpista. Hvað umburðarlyndið í þér? Fyrir mínum ólíku skoðunum. Hvað umburðarlyndið í því að... Horfðu í speil. Þú varst andað að kalla mig trumpista af því ég var að lýsa því yfir að ég hefði óbeit á einhverjum vissum anga authoritarian hugmyndafræði. Það ekki bara mitt frelsi, mitt málfrelsi, mitt talaði gegn Vók og ég var svo hissa fyrir ekki. Vók ömurlegt. Vók ömurlegt. Vók til dæmis eitt af því sem hefur gert það verkum í Bandaríkjunum að latínófólk og svartfólk og verkafólk hefur yfirgefið bullið í demokrataflokknum og farið þeim að kjósa stórfurðulegan einstakling sem auðvitað þusar og röflar vegna þess að hann ennir ekki lengur að láta einhverja menn og konur sem að halda þessu betri en aðrir segja sér fyrir verkum. Ef að vinstri ætlar að halda áfram að halda þessu betri en aðrir og segja öðrum fyrir verkum, þá mun vinstri halda áfram að tapa. Ég var að tala á, en ég er svo ímur fundastjóri að það var tekið að mér orðið, en það var að tala þegar að Hallgrímur tala svona átökin sem að verða og svona persónu gera þau og þetta. Að kalla fólk sem að maður rósamála Trump bara svona. Nei, býti, þá er að tala með að takmarka hver má skrifin og sameiginlega síðu, það sem vera sjálfsagt, Við gerum þetta reglulega, þetta er 11 ára gammal hópur, þetta þarf að gera það reglulega vegna þess að það eru svona bara einstaka fólk og við sjáum þetta bara, Facebook tekur þetta saman, það eru kannski 5 sem eiginlega dómin alla umræðu og svo er takmarkað aðgengi þeirra og þá kemur alltaf í ljós að þetta er bara gert í þá meirihlutann sem fagnar þessu. Já. Ég er alveg sammála því að taka þátt ykkur umræðu og það bara kemur alltaf Hallur Hallsson kom í flokkinu og skrifa bara endalaust inn á. Til dæmi, þetta verður að vera eitthvað mörg. Það er aðeins varandi vinstri, að Píratar og VG eru náttúrulega í einhverjum stórkostlegum vanda. Þau féll út af þingi. Meir en þið? Já, ég myndi segja það. Og ég meina það sést bara á könnunum að þau liggja þarna bara niðri og ég myndi halda ég held að sé bara ekkert víst að Píratar nái því að bjóða fram í sveitarstjórnarkosningum eftir ár. Ég býst við að VG muni leggja mikið upp úr því í vonum að það náist eitthvað svona endurreisn flokksins.
ég hef engar áhyggjur gagnvart sósíalistum. Við vorum að vitna í könnun sem að var gerð í vikunni eða ekki, það sem að 13,1% fylgi í borginni. Við höfum verið inn á yfir 5% mörkunum í öllum könnunum. Frá kosningum. Já, þannig ég held þetta bara muni líða hægt og bítandi fram og ég held að sko kosningastefna Sósíalistaflokksins hafi verið bara fín. Hún hafi ekki verið eitthvað að vera að segja fólki hvað það ætti að hugsa. Það snýrst húsnæðismál og það sem að almenningur lagði mest áherslu á. Við vorum þar með vinsælasta stjórnmálamann landsins í forgrunni, Sönnu Magdalenu, sem að ég geti vel verið að eitthvað finnist Inga frábær, mér finnst bara Sanna ennþá frábærari. Og þannig að ég sé ekki, þú veist, en átökin inn í Sósíalistaflokknum snúast ekki þetta. Snúast ekki stefnuflokksins, snúast fyrst og fremst eitthvað hvort að ég vera fleiri en ein stjórn í flokknum eða ekki, hvernig á að vera staðið að félagsfundum og öðru slíku. Það eru öll eitthvað svona innri mál, þar sem að fólk snýr eitthvað inn í flokkin, en ég heyri enga umræðu sko, hver eiga að vera áherslu flokksins, það engin gagnrýni á stefnu hans, það engin gagnrýni á forystuna hans, það engin stefnu á því hvernig flokkurinn Sanna frábær stjórnmálamaður, hún mikið nefnt kjörþokka, hún vinsæl, fólk sér, hún gríðarlega einlæg, hún með mjög sérstaka lífsreynslu og ég held að mjög mikið af fólki treysti henni og vilji sjá hana ná árangri og ég held að henni muni ganga vel. En ég verð að fá að segja eitt og þú getur ekki stoppað mig. Það kona bandarískur heimspekingur, hún Susan Neiman, hún gyðingur, hún býr í Berlín, hún sérfræðingur í upplýsingunni, Enlightenment, en hún hefur skrifað bók sem heitir Left is not woke, sem hún reynir að útskýra fyrir fólki eins og þér og öðrum, af hverju hún segir þetta og hún rekur einmitt gildi upplýsingarinnar, þau vestrænu gildi sem að við og samfélag okkar byggir á málfrelsi, réttur fólks til þess að hafa skoðanir, réttur fólks til þess að vera ekki ásakað að fremja hugsana glæpi og svo framvegis og einmitt kemst að þessari niðurstöðu að vókið eins og það hefur verið sett fram og eins og því hefur verið breytt sé enlightenment í sínum gildum, sé authoritarian og diktatorial í sínum gildum og þrátt fyrir það sem að fólk reynir að halda fram að þetta sé einhvers sérstök mannvináttu hegðun, þá sé þetta einmitt hegðun sem að gengur út á að draga úr getu okkar allra til þess að halda í þessi mikilvægu gildin sem að samfélagið okkar byggir á. Alltaf þegar vók kemst í umræðina þá byrjast fólk að skilja orðið á sinn eigin hátt og ég skildi það öðruvísi, fyrirgeðu að ég skildi kalla Þetta er fín bók, bara mælu með því. En bara, þú veist, þegar Dilja Miss talar gegn vók, þá var hún gagnrýnd fyrir það af þessu velmennandi vinstri fólki sem að skildi orðið öðruvísi en hún og þá sagði hún, nei, þetta þýðir, fyrir mér þýðir þetta eitthvað annað, það var þriðja útskýring sem ég hef heyrt, sko, þessi frá þér. Mér finnst þetta mjög óspennandi vegna þess að sósíalistar byggja svolítið upp á stéttamál sem að skipta máli. Vók ekki þannig. En ég get ekki alveg séð að þeir sem að vilja reka stéttastjórnmál eigi þá að snúa sér að vókinu eins og það sé hindrun á því að geta háð baráttuna við auðvaldið völdin í samfélaginu, hvort það er að vera hjá almenningi eða hjá hennum ríku. Vókið er hindrun, af því að vókið snýst að skipta okkur upp í hópa, snúa okkur gegn hvort öðru, láta eins og það að ef við erum ekki 100% sammála alla hluti og við getum ekki totally bara marserað lockstep allt og hljótum við inherently að vera einhvers konar óvinir, við í Eflingu, við til dæmis erum obsessed af því og það við gengið mjög vel að tryggja að það séu allir alltaf velkomnir, að við vinnum öll saman og að við megum einmitt hafa alls konar mismunandi skoðanir og alls konar hlutum svo lengi sem við erum sammála grundvallaratriðin sem er það að verka á láglaunafólk, eigi að hafa meiri völd, eigi að fá stærri part af kökunni, eigi einmitt að hafa frelsi til þess að tjá sig og vera í samfélaginu eins og þeim sýnist. Þetta hefur að því ég til verið svona grundvöllurinn að
gæfulegu og farsælu starfi inn í félaginu síðustu ár, einmitt af því að við erum ekki með þessa dogmatísku nálgun og mannleg samskipti, að þú þurfir fyrst að uppfylla 10 atriða listan allt sem að mér finnst rétt, og ef þú feilar á 2 þá get ég aldrei tala við þig aftur og þú ert skyndilega orðinn trumpisti. Og þá erum við farin að kljúfa. Hann hefur búin að biðjast afsökunar á því, sko, að kalla þið trumpista. Já, það er ekki vist, ég ætla að taka afsökunarbeðinu. Ég er ekki búin að ákveða það. Þá eftir komið ljós. Heiðu, sko, það sveitarstjórnarkosningar eftir á næsta ári. Rétt. Og nú er svona getgáttur það að Guðlaugur Þór hugsi sér að sækja sættir leiðalistan. En þú djöru sæti. Ég treysti mér alltaf til fórustu. En ég treysti mér vel til fórustu og það hefur nú bara ekkert breyst frá því seinast. En ég ætla sko bara eiginlega að sjá til, bara það hafa margir verið nefndir, það hafa verið nefndir Áslaug og Gulli og svo hefur maður svona heyrt eftir hinn og þessa. Það flytja Áslaug úr Já, bara fólk, ég held að það sé bara ekki Áslaug Örn, þú tala um Áslaug Kristjánsdóttur eða eitthvað. Nei, ég var að tala um Áslaug Örnu. Já, Ásdís heitir hún. Já, Ásdís, já, þú ert um Ásdís í Kópavogi. Það var að sækja, sko, Kópavogi, nei. En nei, ég held að það sem maður sé bara í gangi er að menn sjá svo mörg tækifæri í hendi sér. Við erum eini flokkurinn sem að höfum ekki verið í meirihluta í 10-15 ár. Þannig að það er bara ekki hægt að kenna mann neitt, sko. Það er alltaf mjög gaman þegar ekki hægt að kenna mann neitt. Þannig að þá er það svona, já, lífmanni vel. Þið eru byrjað að tala saman þetta greinilega. Þú sóttist þetta í fyrsta sætunum síðast. Já, heldur betur. Og það er ekki að gera það aftur. Ég ætla bara svona að sjá til, sko. Ég ætla bara svona að sjá til hvað, þú veist, seinast þá var þetta bara svo gott tækifæri og ég treysti mér í þetta og mér fannst bara mínar skoðanir og þurfa að heyrast og vera svona fávíkt, sko, og skoðanir þeirra sem að náttúrulega eru sammála mér, þannig að ég ákvaða bara að hlaupa og grípa tækifæri og það bara gekk rosalega vel. Ég er eins og líka bara mjög ánægð það sem ég er og ég er bara mjög ánægð með kollega mína og það er bara svolítið gaman að vera í Sjálfstæðisflokknum, finnst mér, þannig að ég er alveg ánægð. Þú ert fædd þar? Já, ég er vissulega fædd og uppalinn, það er alveg rétt. Fyrir þau sem ekki vita, þá er hún dóttir Viljálfs Egilssonar. Já. Já, en finnir þú mikið mun í ráðsins núna eftir stjórnarskiptin? Já, ég finn mun. Sko, það er léttara yfir minnihlutunum. Það er eins og Framsókn, nú ætla ég ekki að fara að segja hvað olli því að þannig að urðu sambandsslit, en Framsókn er öll léttari og Hún er með stöði í skoðanakönnunum. Já, og þau eru bara svona eins og, þú veist, svona með kýr sem er búin að hleypa út úr fjósinu eftir veturinn, skilur. Og þau eru bara lausunda farginu. Já. Og bara líður mjög vel. Það var samt svolítið skrítið, sko, að fyrstu svona 2-3 vikunar að þá greinilega var sem sagt meilið þess svona aðeins að reyna hefur kannski verið smá svona stressu, ég skil það, ég meina bara, þú veist, þetta er stutt og það er mikið pressa og mikið gerast, þannig að þau voru svona aðeins að, þú veist, eitthvað með að reyna svona rifja upp, ég voru í einhvern svona æfingum, sko, að maður mætti ekki bóka eða lækja fann tillögur eða eitthvað svona dæmi, en við náttúrulega bara tókum það ekki til mál, þannig að allt er svona, en allt er komið svona smá, svona setla núna, þannig að en ég veit ekki, mér finnst þetta bara, ég hef svolítið gaman að þessu og þetta er kannski ekki vinsælt að segja, en mér finnst alveg gaman að það séu 5 konur þarna, mér finnst það skemmtilegt. Nú er mjög vinsælt að segja þetta. Já, kannski er þetta vinsælt, það er kannski, ég veit ekki, en sko óháð því bara hvaða flokkum þær eru í og allt það, sko, þetta er alveg svolítið skemmtilegt, svona sögulegt moment, finnst mér, og ég hef alveg gaman að því, sko, en ég er líka rosalega róleg vegna þess að ég finn að það er hægri alda í borginni og Já, það var einu skoðanakönnun. Og þannig að ég sagði einhvern veginn daginn. Þið skoðuðu feitt þar. Já, og ég sagði daginn að allir vegir liggja til Sjálfstæðisflokksins, hvort sem þessu langir eða stuttir, sko. Þannig að ég bara halla mér aftur, er að koma með skemmtilega tillögur og hugsa upp aðra hluti og eiginlega bara að njóta mín vel. Mér er ekki vissum að það sé rétt að sé hægri bylgja í skoðanakönnunum eins og það vísa til. Það er eiginlega Sjálfstæðisflokkurinn er að taka það fylgi sem að Framsókn er að tapa til sín. En það er hægri bylgja í háskólanum, ég sá Röskva var að endurnýja
meirhluta sinn og... Nei, Vaka var það. Ná, Vaka fyrir Já. En þau eru nú félag lýðræðislega, þannig að þau eru þverpólitísk. En við sjáum hvergi merki hægrisveiflu í skoðanakonum, hvorki í borginni og þinginu. Ríkisstjórnin nýtur mikils meirhluta, 2/3 hluta þjóðarinnar styðjana, en þú? Já, við erum kannski að tala um borginni. Er Viðreisn ekki hægriflokkur? Já, þú veist. Og er flokkur fólksins ekki með alls konar svona hægri meiningar? Er samfylkingin ekki líka með alls konar hægri meiningar? Það er vinstri flokkur á Alþingi og Alþingi er svo skrítið í dag. Þetta er bara flokkarnir lengst í vinstri á Alþingi. Stjórnarandstaðan. Það er ekki ræðri vinstri flokkur á Alþingi. Það er sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og framsókn sem er stjórnarandstaðan. Og hún er ekki að vinna á samkvæmt kunnum. Þetta er mig ekki láta gulla eða ekki þannig kosningasígur fyrir ykkur. Já, hann verður aldrei kosin borgarstjóri í Reykjavík. Já. Borgarnesigur? Nei, ég bara, mér er svo skrítið að hugsa þetta, einhver kall sem er búinn að vera utanríkisráðherra og svona fór í frambúð til formans og svo ætlaði hann að stíga niður í borgina þar sem að konur hafa verið að gera sér mjög gildandi í forystu Sjálfstæðisflokksins og ætlaði að reyna að taka það frá þeim, mér er svo skrítið. Já, við erum eiginlega, við viljum helst við erum ekkert rosa mikið að velta okkur uppur í hvort að kandidatarnir okkar eru konur að kalla sko, við erum bara eins leikið að við erum með besta fólki en gott fólk og það sem að ég skil alveg að fólk nefnir hann vegna þess að hann kom úr borginni þannig að hann er með þann bakgrunn og Það er svo langt síðan. Já, það er svona gott að og er búinn að vera náttúrulega mikil reynslu bolti. Hann er plottari líka. Já, þú veist, maðurinn er bara góður í því sem hann gerir. Það er bara ekki tekið frá honum. Hann er bara góður í því sem hann gerir. Sjálfstæðismenn hafa líka sótt, þeir sóttu Eyþór Arnalds á Selfoss og Halldór til Ísafjarðar. Það verður alltaf misjafnast, Björn Bjarnason líka. Þetta hljómar svolítið eins og er að gera það sömu mistök enn einu sinni. Björn Bjarnason. Hann var Sjálfstæðisflokkurinn í alvöru, stilt honum upp sem borgarstjóraefni. Það móti Ingibjörgu Sólrúnu. Það er líka langt síðan það var. Það var mikil sigur sem hann þar. Maður hefur svona tilfinninguna að saman sig að gerast í ríkisstjórnmálunum eins og gerast í borginni að þarna Kristrún að gerast þetta mjög gildandi og einhvern veginn og nýtur mikil fylgis og ég held að verði svona, hún verði kannski svona dominarandi næstu árin, þá sem maður getur spáð fyrir hann það er svolítið eins og gerist í borginni, einhvern veginn að það verði erfitt að sækja til sigurs þar fyrir klofið hægri. Ég er nefnilega alveg sammála því sem að þú varst að segja en áður að við ættum alltaf að reyna að leita eftir að sko sameinast bara því að ég meina þegar allt kemur til alls sko, þú veist þá er meira sem sameinar hægrið en sundraði, nákvæmlega meira sem sameinar vinstri og sundraði. Rekstri borga? Já, bara þú veist, ég meina að þetta er svolítið, því raun og veru hafið bæði verið að tala um þetta bara með mismunandi nálgunum að það er þú veist, fólkið sem hlustar og íbúar og landsmenn, þú veist, þeir nenni ekki þessu karpi, sko. Þeir vilja bara að maður seti áherslu á það sem raunverulega skiptir máli fyrir þau og þú veist, og hjálpar þeim og tryggja þau fái, þú veist, njóti sín. Og það er bara eins og þú varst að koma inn á við stjórnmálamennir eiga til að vera að rífast einhverja vitleysu en svo getur ótrúlegasta samstarf borið góðan ávöxt og það er oft þannig að það sem að skoðanir aðskilja sameinar skaplindið þannig að ég er bara ég er bara rosalega spennt, mér líður eins og það sé svo margt hægt, mér líður eins og bara sama hvernig þú tala við, sami hvaða flokki og svona, það er komin eitthvað, ég veit ekki, finnið þetta, það er komin eitthvað svona stemning í fólk, það er eitthvað svona baráttu andi og ég held að fólk sem meira bara því það er byrjað að birta já, það og fólk er svona tilbúið kannski að leggja til hliðar eitthvað svona Sjálfstæðisflokkurinn hvorki ríkisstjórni í meirihlutanum í borginni og það er bara það veistu hvað Gunnar, að ég segja það er allt að vinna fyrir okkur only way is up ég fari í peysu bara síðan að Sjálfstæðisflokkurinn misti meirihlutan, það komið svo ekki vor en við erum hins vegar að sækja okkur veðri í borginni og þannig ég fíla svona keppnisskap ég er ábyggilega ekki sammálaður margt en ég fíla svona keppnisskap og þetta er þetta rétta attitúti til þess að hafa í stjórnmálum Takk. Þú veist að maður á náttúrulega bara alltaf alveg sama hvar maður er bara alltaf að stefna að því að sigra og gera betur og samfæra fleira fólk og ná meiri árangri og fólk sem hefur þetta attitút það held ég mun alltaf ná árangri Já, takk
hérna vettvangi dagsins, við erum búin að setja persónulegt met, við erum búin að vera 80 mínútur sem það hefur ekki gæst áður. Takk fyrir að... Þetta leið hratt. Til hamingju með það, krakkar. Já, það taka barni klukkan 2. Já, ok. Regnum alltaf við verið flest hérna í 80 mínútur. Já. Við hæðjum þá og þakkum fyrir Sólveig Anna, Hallgrímur og Ragnhildur Alda. Já, takk fyrir mig, þetta var Og gaman. við setjum á frammi hér á eftir, reyndar stórmerkilegu þáttur að... Sem að tekið á föstudaginn. Já, Björn Þorláksson tók viðtal við forsætisráðherra á föstudaginn og það er frumflutt núna eftir augnablik, held ég. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.